Þá vélin komin í gang og ég ætla að bjóða okkur velkomin. En við ætlum semst að taka og erum fann að taka upp þessa fundi. Þannig að þeir sem að skríða undan sængunum sínum setjaparti geta kannski fara að kíkja á fyrirlestur bara. Gjörðu svo endrækir. En það semst að enn draugarsfundurinn hafinn og við höfum fengið 1000 tjala smiðinn Jóhannes Þór Skúlason hérna til okkar. Hann sagnfræðingur og aðstoðarmaður formannsins og ég veit ekki hvað, en hann hefur stúderað mikið þetta svissneska kerfi, það segja þetta lýðræðiskerfi og það málefni dagsins, þannig að þetta hefðbundið, framsagan fyrst og svo fyrirspurnir og umræður og eftir. En gjörðu svo vel, Jóhannes. Takk fyrir, komið sæl. Gaman að koma hérna til ykkar. Þetta nú með betri framtökum sem hefur verið hérna undanfarið. Það þessi laugardagsfund. Virkilega gaman að fá að taka þátt í því. Ég ætla að byrja því að kannski láta ganga hérna nokkur eindöka. Ég tók svona saman fyrir þá sem að ég ekki með, ég hef mjög ákveðnar skoðanir á glærugerð og ég er svona aldrei með textaglærur. Ég vil að fólk hlusti á mig en sé ekki alltaf að lesa þetta glærurnar. Þetta kemur af því að vera kennar í mörg ár. Sér rétti Ragnar hérna. Og já, ég þarf að hafa eitt hjá mér kannski. Takk. Og líka vegna þess að ég ætla ekki að eyða neitt allt of miklum tíma í að fara í algjörlega niður í smá atriði þess hvernig svissneska kerfið virkar. Það ansi mikið smá atriðum í því, en þarna eru svona helstu atriði sett upp þannig að það auðveldara að glöggva sig á þeim. Þannig ég ætla svona að byrja á því að setja þetta þannig upp að byrja á því að fara svona yfir nokkuð grundvallaratriði varðandi hvernig kerfið virkar í Sviss, á hverju það byggir og síðan í kjölfarið á því að skoða hvernig það hentar fyrir Ísland og reyna að svara spurningum hvort að við getum nýtt okkur eða lært eitthvað af Svisslendingum í þessum efnum. Ástæða þess að ég hef verið að kynna mér þetta er að ég kynntist í gegnum þegar ég var að vinna í undirskriftasöfnunni fyrir Icesave-atkvæðagreiðsluna með Indefence. Þá kynntist ég manni sem heitir Bruno Kaufmann sem forstöðumaður Initiative and Referendum Institute Europe sem stofnun sem hefur meðal annars sett upp, unnið í því að setja upp borgaratillögukerfi fyrir Evrópusambandið sem núna komið í gagnið. Þar sem þarf að safna 1 milljón undirskriftum frá 7 löndum til þess að leggja fram tillögu að lagasetningu fyrir Evrópusambandið. Og hann hefur staðið fyrir því í samráði við svissnesk stjórnvöld að bjóða hópum til Sviss til þess að hitta fræðimenn og stjórnmálamenn og þá sem að vinna í þessum geira til þess að kynna sér þetta kerfi og þannig fékk ég áhuga á þessu. Síðan hef ég verið í svona reglulegu sambandi við hann og þessa stofnun og verið svona að bera saman þetta og Kaliforníu, Bandaríkin og fleira og svona mörgu leyti extremisti varðandi beint lýðræði en við skulum sjá hvað kemur út úr þessu. Það væri gaman að eiga svo kannski smá spjall hérna eftir það hvað fólki finnst það hvort þetta sé eitthvað sem við höfum yfir höfuð að skoða fyrir Ísland. Eins og þið vitið þá eigum við orðið þjóðaratkvæðagreiðsla sem íslenskun á orðinu referendum á ensku. Referendum kemur úr latínu og verður til á 15. öld í Sviss. Þannig að orðið sjálft referendum kemur það í þessu samhengi þar að segja að þegar að sjálfstjórnar hér inni í kantónunum fóru að brjótast undan lénsveldinu og yfirvaldi þar, þá þurftu þau að fara að gera samninga sín á milli og það voru auðvitað ekki hægt að fara með allt popúlasjónið á milli svæða þannig að það voru sendir samningamenn, þeir gerðu samningana, komu svo með það tilbaka í bakbókanum og söfnuðu saman fólkinu á torginu og lögðu þá fyrir fólkið sem réttu upp hvort það vildi samþykkja eða ekki. Þannig að þeir færðu samningana tilbaka, referre. Þaðan kemur þetta. Þannig að þessi saga í rauninni liggur allt aftur til 15. og 16. aldar
ég ætla ekki að fara djúpt í það, en nútíma beint lýðræði, það að segja Sviss nútímans, sambandsríki Sviss, stofnað með þjóðaratkvæðagreiðslu sambandsstjórnarskrána árið 1848 og með henni var í rauninni komið veg fyrir það að það yrði blóðubylting í Sviss eða borgarastyrjöld á milli kantónanna eins og gerðist í mörgum öðrum ríkjum Evrópu, þar sem að 1848 var náttúrulega byltingar gríðarlegt í Evrópu og það var mikil átök stjórnmál og milli stjórnmálahreyfinga og það má segja að Svisslendingar hafi með því að búa bara til sambandsstjórnarskrá, leyfa kantónunum að halda sínu sjálfstæði en mynda sameiginlegt ríki, það hafi verið komið í veg fyrir þessa þróun þar. Tíminn líður hratt og gerfir þetta öll, svo við skulum halda áfram. Í grunninn eru atkvæðagreiðslur í Sviss á 3 stigum. Það í fyrsta lagi á sveitarstjórnarstiginu, það í kantónunum sem eru svona sambærilega við fylkin í Bandaríkjunum, það að segja ríki og hafa gríðarlega mikla sjálfstjórn og síðan það á vettvangi sambandsríkisins. Og þannig að við erum í rauninni með þetta 3 level, það sambandsríki í Sviss í heild sinni, síðan eru kantónurnar sem eru eins og fylki í Bandaríkjunum og síðan innan hvers fylkis eru sveitarfélög svipað á counties eða sýslurnar í bandarískum fylkjunum. Og á öllum þessum stigum fara fram atkvæðagreiðslur. Það geta farið fram atkvæðagreiðslur stjórnarskrána, til dæmis á sambandsríkis forminu. Það geta farið fram atkvæðagreiðslur lög í kantónunum sem eru þá fyrir alla kantónuna og síðan geta farið fram atkvæðagreiðslur það hvort eitt sveitarfélag vill byggja fótboltavöll eða skóla. Og þannig að þetta svipað hjá okkur nema svona systemið er pínlítið öðruvísi byggt upp að því leyti að þarna náttúrulega eru skyldu atkvæðagreiðslur ýmis málum. Það er kannski betur í það á ekki. Það eru 2 megintegundir af atkvæðagreiðslum sem ég ætla að fjalla Fyrir utan þessar 2, borgaratillögur og þjóðaratkvæðalög, eru líka þessar skyldugu atkvæðagreiðslur. Og það til dæmis það sem ég efst á blaðinu hjá ykkur, að það þetta 3. tegundin af þessu að 60% kantónanna krefjast þess, það skyldu, að það sé farið fram þjóðaratkvæðagreiðsla fjárútlát yfir ákveðnum mörkum. Það er að segja ef að borgarstjórnin í Zürich ætlar að láta byggja eða fara í samgönguverkefni eitthvað slíkt og það fyrir yfir ákveðið fjárhæðarmörk, að þá skyldugt að leggja það fyrir atkvæði. Þetta svolítið svona hugsun sem að við kannski kannast ekki alveg við, vegna þess að hér verið að ræða að það séu fjárhagsmálefni megi ekki leggja í þjóðaratkvæði, vegna þess að fólk sé ekki í stakk búið að taka ákvörðum slíkt, það sé alltaf flókið og menn muni aldrei greiða því atkvæði að leggja peninga í neitt. En í Sviss þetta hreinlega skyldugt og það mjög oft sem það samþykkt að leggja peninga í ákveðin verkefni. Hefði þá til dæmis Kárahnjúkavirkjun verið skylduð í þjóðaratkvæði? Það má ímynda sér það að Kárahnjúkavirkjun hefði getað verið eitt slíkt ákvæði, þessu systemi. Það er erfitt að bera svona saman. Já, nei, bara þú veist að Já, en sem dæmi sko. Já, svona meiri átt að fjárútlát. En við erum að ræða aðdraganda Kárahnjúkavirkjun núna? Nei, ekki alveg. Ég er alveg til í það. Þetta sérfund það. Því að þessi athugasemd frá frú Vigdísi, hún passar ekki inn í vegna þess að Kárahnjúkavirkjun, hún fór í framkvæmd með ákveðnum hætti. Já, eins og það er ekki hægt að bera þetta beint svona saman. Þetta er ágætis dæmi að hversu misjafnt í rauninni kerfin eru á Íslandi og algjörlega í Sviss. Það er náttúrulega það sem við erum komið til að pæla í. Það sem að borgaratillögurnar, og við tökum bara eina, það er hægt að leggja fram borgaratillögu á öllum þessum levelum. Borgaratillögur á sviðinu, á kantónusviðinu og á sveitarstjórnarsviðinu. Sem dæmi í borginni Zürich, sem er sérstjórnarhérað, að þar getur í rauninni, maður ekki hvort það var 1 eða 3 borgarar lagt fram tillögu til borgarþingsins. Þannig að það er mjög misjafnt eftir kantónum hvað þarf marga. Sumir þurfa 500 undirskriftir, sumir þurfa 5.000, aðrir þurfa bara að vera 3. Og þetta fer algjörlega eftir kantónum og það ráða þessu algjörlega.
og sveitarstjórnum hverjum stað. Hins vegar þegar komið er upp á sambandsríkjasviðið, þá erum við að tala borgaratillögur stjórnarskrárbreytingar til dæmis. Það það sem á sambandssviðinu og svona sem dæmi, þarf að nota það sem dæmi, og ég nota það hérna þegar ég tala þetta, að ef menn vilja leggja fram borgaratillögu til að breyta stjórnarskránni, það að bæta nýrri grein í stjórnarskránni, þá það nærri því 5 ára ferli. Það tekur mjög langan tíma og á þeim tíma þá þarf að uppfylla alls konar hluti. Það þarf að vera með 7 meðlimi í framkvæmdanefnd, það þarf að leggja tillöguna fram á öllum 4 opinberum tungumálum Sviss. Það þurfa að líða 18 mánuðir, að menn hafa 18 mánuðir til að safna 100.000 gildum undirskriftum, sem síðan þannig að safna 110 til 20.000, þess að allt sé gilt. Það má bara safna undirskriftum á pappír. Það ekki rafrænar undirskriftasafnanir. Síðan þarf að skila þessu til sambandsráðsins, sem ríkisstjórnin. Ríkisstjórnin hefur ákveðin frest til að fjalla málið, þarf að skila því tilbaka. Þingið þarf síðan að fjalla málið og ákveða hvort fyrirgefið sambandsáða fjallar það hvort að tillagan sé tæk, það að segja hvort hún uppfyllir öll skilyrði. Þingið þarf síðan ákveða dag og hvort að þingið vil leggja fram gagntillögu eða leggjast gegn tillögunni og eða styðjana og síðan að 57 mánuðum liðnum síðasti frestur til þess að það sé greitt atkvæði tillöguna. Og þetta náttúrulega töluvert annað heldur en hjá okkur eins og ég ætla að koma að síðar. Það ýmislegt fleira í þessu. Hitt sem ég hef tekið sem dæmi eru þjóðaratkvæði lög sem hefur verið gríðarlega mikið í umræðunni hér. Það líka töluvert öðruvísi system. Það hægt að krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu öll lög sem sett eru á sviði í Sviss, hvort sem það á kantónu eða sambandsríkja sviðinu. Og fyrir sambandsríkið þá þarf að safna 50.000 gildum undirskriftum á 100 dögum frá útgáfu laganna. Þannig að lögin taka ekki gildi fyrir 100 dögum eftir að þau eru birt. Og á þeim tíma hefur hver sem tækifæri til að safna 50.000 undirskriftum til þess að krefjast þess að þau fari í þjóðaratkvæði. Og 50.000 manns af 8 milljónum náttúrulega ekki gríðarlega mikið. Ég meina við höfum verið að safna 50.000 manns hér. Og það þetta töluvert átak í svona litlu samfélagi eins og hérna, en í Sviss þá það ekki gríðarlega mikið átak. Hins vegar má kannski segja að vegna þess að menningin í Sviss öðruvísin hér og þeir hafa búið lengur við þetta kerfi, þá kannski ekki eins og auðvelt að fá fólk til þess að skrifa upp hvað sem það. Bara skjótt einu, eins og við setjum bráðabirgðalög hérna þegar allt hrundi. Er þetta algild regla? Þetta algild regla. Þannig að ef við hefðum haft þessa reglu hér þá hefðu neyðarlögin haft 100 daga. Þannig að eftir því sem ég best veit þá þetta fjallar öll lög. Hins vegar ber að athuga það ekki nema 10% af lögum frá þinginu sem fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og það oft talað það að ef þetta væri tekið upp þá myndi bara öll lög vera sett í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það það með 10% af lögum í Sviss sem fara í þennan prósess. Og þá þarf meiri hluta bara atkvæða í heild sem gildir. Og þannig ef það 51% atkvæði bara manna sem samþykkja þá eru lögin samþykkt, annars ekki. Hins vegar í borgaratillögunum stjórnarskrána til þess að fá stjórnarskrárbreytingu þá þarf tvöfaldan meirihluta. Það þarf meirihluta atkvæða í heild og það þarf einnig að samþykkja lögin í meirihluta kantónum. Það að segja í meirihluta fylkjum. Og það náttúrulega töluvert há krafa. Og það hefur oft verið þannig að þessar tillögur falla á því að þær fá ekki meirihluta í kantónum vegna þess að margar af smærri kantónum sérstaklega eru mjög íhaldssamar. Já, nú ég búinn að tala tvær glærur án þess að hreyfa þessu. Það ágætt. Síðan hefur aðferðafræðin töluvert öðruvísi en ég að tala betur þá ekki. Á Íslandi þá förum við á kjörstað og við setjum atkvæðið okkar í kjörkassa. Það bara heill dagur sem fer í það og síðan talað eftir. Í Sviss þetta töluvert öðruvísi. Þar eru kjörstaðir, það kosið 4 sinnum á ári, 4 kjördagar fyrir þessa atkvæðagreiðslu, 4 sunnudagar, en
Kjörstaður er ekkert opinn allan daginn, hann er opinn í 1 eða 2 klukkutíma þennan sunnudag. Vegna þess einfaldlega að 95% af þjóðinni er búið að kjósa í pósti. Og 4 vikum fyrir kjördag, síðasta lagi, þá fá allir Svisslendingar sendt heim atkvæðaseðilinn og hérna, eftir til ég hlaupa niður og sækja töskunum mína sem er á borðendanum. Takkúin. Já, klippt að taka hann inn. Þá fá menn sem sagt, fá allir Svisslendingar, líka þeir sem búa erlendis, fá hérna bara umslag. Í umslaginu er kjörseðilinn, eða kjörseðalarnir, og upplýsingabæklingar það sem á að fara að kjósum, það er að segja tillögunar allar og textin af tillögunum, og síðan upplýsingabæklingar sem getur verið upplýsingar frá stjórnvöldum og frá já- og nei-hreyfingum. Þannig að já- og nei-hreyfingar fá að setja fá ákveðið pláss í þessum pakka til þess að presentera sín sjónarmið, sem er náttúrulega eitthvað sem ekki hefur gerst á Íslandi til dæmis, í þessum 2 eða 3 atkvæðagreiðslum sem hafa verið hér. Það eru gríðarlega fáir sem kjósa á kjörstað í Sviss. Flestir eru búnir að kjósa í pósti. Það hafa verið gerðar tilraunir með rafrænar kosningar í 4 kantónum. Aargau, Genf, Neuchâtel og Zürich hafa verið með tilraunaverkefni í gangi rafrænar kosningar undanfarin 2 eða 3 ár, held ég. Og hérna, það hefur gefist misjafnlega í kantónunum, en ég er með, til dæmis hérna, ég skoða þetta ef þið viljið, þetta er svona pakki með kjörgögnum. Og hérna, hér eru atkvæðaseðlar hérna kosningar í Luzern. Til hérna minni borgarráðsins. En hérna, þannig að núna geta þeir sem búa í þessum kantónum, þeir geta kosið og búa kannski erlendis líka, en eru skráðir í þessum kantónum, geta kosið á netið rafrænt. Þeir hafa verið að prófa 3 mismunandi system og hérna, þau hafa gefist misvel. Þetta er náttúrulega vekur athyglisverða spurningu kosningar hjá okkur þar sem að Íslendingar erlendis þurfa að leita upp í ræðismann. Jafnvel langar vegalengdir. Á einhverjum tímum þar sem að það er opið á einhverjum ákveðnum tímum í sendiráðan að þetta getur verið tómt vesen fyrir fólk. Og við þekkjum dæmi það utankjörstaratkvæði að týnast á leiðinu og þau eru ekki rétt sett saman og þetta er allt tómt vesen. Og þarna hefur við 2 aðferðir sem myndir gefast í rauninni betur bara fyrir almenna kosningar hjá okkur. Annars bara að vita hvað fólk á heima og senda kjörseðilinn bara í pósti, bara sem póstkosningu. Nú eða þá að vera með svona rafrænt system þess að fólk getur bara farið á netið, samað hvar það er, hver það er og bara kosið. En þetta er náttúrulega eitthvað sem að þýðir að við myndum þurfa að breyta okkar kosningakerfi töluvert mikið. Þannig að póstkassin í Sviss er kjörkassi líka. Og hérna, eins og þið getið ímyndað ykkur þá náttúrulega eru alls konar svindlmöguleikar sem að rísa með þessari aðferð, en svona er þetta nú samt og menn eru bara tiltölulega sáttir við þetta og það koma sjaldan upp tilfelli þar sem er reynt að svindla þessu systemi. Nú, það er kosið 4 sinnum á ári. Á hverju ári er það byrjum 5 til 15 mál borin undir atkvæði á landsvísu. Auk þess eru 10 til 25 mál á ári á sveitarfélags- og kantónastigi. Og frá 1989 hafa 200 mál farið í þjóðaratkvæðagreiðslu í heild sinni. Þetta er frá 1989. Þannig að þetta er engin gríðarlegur fjöldi. Þetta er náttúrulega mjög mikið með það sem við eigum að venjast. Hins vegar verður að segja það að undanfærin 10 ár þá hefur fjöldi borgaratillagna sem er lagður fram aukist gríðarlega, hann tekið veldisskap. Frá því að vera 7 tillögur á ári sem hafa verið lagðar fram og upp í það að vera núna 36 tillögur á ári. Þannig að Svisslendingar virðast allt í að uppgöta það að þarna er einhver gríðarlegu möguleiki í gangi. Og þeir eru svona veltað því svolítið fyrir sér núna hvernig þeir eiga að taka á þessu og hvað þetta þýðir. Og þá líka sérstaklega í samhengi við það stjórnmálaflokkarnir eru farnir að nýta sér þetta og það veldur ákveðnum vandamálum. Eitt af því sem er oft rætt er kosningaþátttaka og kosningaþátttaka í Sviss er náttúrulega með töluvert öðru sniði heldur en hér, eins og við þekkjum mörg. Og við segjum ofta að kosningaþátttaka sé svo lítil í Sviss. Svisslendingar sjálfur segja að kosningaþátttaka í Sviss sé með þeim mesta í heiminum.
Og það ákveðin rök fyrir því, en þarna kjósa það fyrir 50% þjóðarinnar í almennum þingkosningum, það töluvert lægra heldur en hjá okkur. En það var gert miklar rannsóknir á þessu og það kemur í ljós að 87% Svisslendinga taka þátt í þjóðaratkvæðagreiðslu að minnsta kosti einu sinni á ári. Þátttaka í hverri kosningu það bil 25–40% eftir því hvert mál er. Það fer sjaldan yfir 40%. En þetta þýðir það að þetta ekki alltaf sömu 30% sem að kjósa. Þannig að þetta dreifist. Fólk tekur þátt þegar því finnst að hafa eitthvað í málum að leggja eða þekkja efnið. Og það er ekki lögð nein áhersla á það að fólk mæti að kjósa. Það er ekki eins og við sáum fyrir stjórnlaga tilhöfna kosningunum núna, það er verið að hvetja fólk til þess að mæta. Þetta er svona partur af okkar menningu en ekki partur af þeirra. Það er betur mæti. Og við ykkur ásaka að þetta tekur svolítið tíma en ef þið viljið spyrja þá bara skjótið þið inn í. 52% Svisslendinga tóku þátt í 70%, 7 af hverjum 10 atkvæðagreiðslum sem voru rannsakaðar. Þannig að það er 50% þjóðarinnar sem að taka þátt í þessu öllu saman. Það er að segja meiri hlutanum af því, 33% tóku þátt í öllu. Þannig að og þeir segja kosningaþátttaka í Sviss eins og mesta í heiminum vegna þess að við kjósum 4 sinnum á ári. Þið kjósið ekki nema einu sinni hverjum 4 árum. Þetta er vanlegt hugsun Þannig að þeir segja við erum að ná fleira af okkar þegnum á kjörstað heldur en flestar aðrar þjóðir í Evrópu. Áhrifin á samfélagið eru náttúrulega, eru bæði bein og óbein. Frá árið 2011 var þetta tekið saman, þá höfðu 18 borgaratillögur af 174 sem höfðu verið settar í þjóðaratkvæðagreiðslu verið samþykktar. Þannig að það er ekki nema 10% af þessum tillögum, borgaratillögunum sem eru lagðar fram, sem eru samþykktar. Þannig að þetta er ekki að hafa neinn gríðarleg bein áhrif á samfélagið. Það koma hins vegar upp svona mál eins og til dæmis þetta með mínarækt og fleira sem vekur gríðarlega athygli og þá er eins og þetta hafi svakaleg áhrif á svissneskt samfélag þessi þetta beina lýðræði. En það er ekki beinlínis, þessi beinu áhrif eru ekki gríðarleg eða svona þessi tala sig ekki hvernig maður að orða þetta þau eru ekki svona ekstrím, þau eru ekki það kemur ekki mikið fram í tillögum sem gjörbyltir samfélaginu. Það er kannski það sem ég er að menna. Afgerandi. Já, það er ekki mjög afgerandi áhrif, þótt að þetta sé náttúrulega hluti af allri menningunni. En þessar stóru borgaratillögur sem stjórnarskrárbreytingarnar, þær eru gríðarlega fáar sem eru samþykktar. Og það hins vegar, þá hafa það mjög mikil óbein áhrif. Það er að segja að þingið, þegar það fær svona tillögur, þá leggur það gegnum fram gagntillögur. Vegna þess að þessar borgaratillögur, þær ganga oft mjög langt. Þingið sér kannski í þeim eitthvað gildi, eitthvað virði, en vill ganga skemur. Þannig að það er leggur fram gagntillögu og það er venjulega gagntillagan. Jafnvel af þessum 18 sem hafa verið samþykktar, þá er það venjulega gagntillagan sem er samþykkt, það er að segja einhvers konar málamiðlun. Og sem þýðir það að sjónarmiðin komast til skil að einhverju leyti og hafa áhrif, en það er ekki farið alla leið. Þannig að það er svona temprað, systemið temprar tillögur. Og þetta er eitt af því sem hefur verið rætt hér í samfélaginu varðandi þetta. Það er svo mikið af einhverjum popúlisma tillögum sem að vera svo ekstrím og myndu ganga svo langt að þetta myndi allt fara í klessu. En þarna til dæmis hafa þeir þennan ákveðna öryggisvendil og þjóðin velur frekar öryggisvendilinn heldur en hina. Líka má nefna eins og tillögu sem var hérna fyrir 2-3 árum síðan, minnir mig, réttindi fatlaðra. Það mátti að vera byggingarreglugerð aðgengi fatlaðra og fleira slíkt sem var nánast ómöguleg, hún gekk svo langt, það er nánast ómögulegt að framfylgja henni. En þá lagði þingið fram, hún var ekki samþykkt, en þingið tók síðan upp í lög sjálft og setti lög sem byggðu á sömu sjónarmiðum, gekk ekki langt. Og sem þýðir það að það að leggja fram borgaratillöguna og fara í undirskriftasöfnunina og umræðuna og vekja athygli á þessu á einhverju 3-5 ára prósess,
varð til þess að sjónarmiðin komust til skila í gegnum þingið. Og þannig orðið þetta samtal á milli þingsins og þjóðarinnar sem við erum alltaf að tala að vanti hér. Og þetta eitt af því sem ég er svona horfið svolítið til í þessu. Það það að það sé tekið mark á því sem sett fram, þótt að það sé kannski ekki samþykkt í sínu svona ítrasta formi. Þannig á endanum þá skipta þessi óbeinu áhrif, allavega varðandi borgaratillögurnar, í rauninni meira máli heldur en hitt. Þetta hafa síðan atkvæðagreiðslur fjárútlát og fleira hafa náttúrulega mikil bein áhrif. Býtum við. En sko Jóhannes, má ég að spyrja það bara ekki þessu sko, er þetta ekki nokkuð svona gerfi lýðræði að sko það sé hægt að safna einhverjum undirskriftum og það er einhver stemming fyrir einhver svona róttæku mál í samfélaginu, þá bara komur stjórnvöld fram með tillögur sem gengum styrkra og látum það bæði fyrir kosningar. Þá er náttúrulega verið að sko raunverulega grípa inn í kröfuna þjóðaratkvæðagreiðslu umdeltuna. Já, en það sem að Svisslendingar segja er sko, og þarna kemur inn í kannski varðandi ánægð, þá getum við skoðað, erum við með ánægðir með þetta system í Sviss. Og þegar það gerða kannanir á því, þá eru 70% mjög ánægðir með kerfið. Og þegar litið til þess að meirihluti þeirra sem að leggja fram tillögur tapa, eða það er einhver önnur tillaga samþykkt, þá er þetta mjög ánægðir taparar. Þannig að það segir okkur eitthvað það að fólk upplifir kerfið þannig að það virki. Það er að segja að menn fari kannski ekki í það að safna þessum undirskriftum og leggja fram þessar tillögur og krefjið þjóðaratkvæðagreiðslu vegna þess að þeir vilji endilega ganga alla leið, þeir vilja nota kerfið til að láta sjónarmiðin heyrast. Það er líka orðið markmið í sjálfu sér. Og þarna líta menn ekki svo á að stjórnvöld sé að grípa inn í, heldur að stjórnvöld sé að taka þátt í umræðum. Er þetta þá ekki svona taki burt þetta meirihluta ábyrgð? Það er nákvæmlega þess vegna sem þetta er. Það er það sem það er ástæðan fyrir því að þetta er svona. Það sé ekki, að því að lýðræðin sem við vitum er meirihluta ábyrgði. Eins og Churchill orðaði það, versta stjórnkerfi heimi fyrir utan allir. Og þannig að það má segja það að þarna er þessi temprandi áhrif, þau eru sett þarna upp til þess að það komi í veg fyrir það að það komi einmitt upp þessar popúlista tillögur sem bara er tróðið yfir á minnihluta. Já. Koma það alltaf báðar, upprunalega og þessi... Já, sko, þegar ef að þingið leggur fram gagntillögu, þá má sá sem að setti fram upprunalega tillöguna að draga hana tilbaka. Þá er það bara gagntillögan sem fer í atkvæðagreiðslu. Og það er mjög algengt að það sé gert. Að hópurinn sem leggur fram upprunalega tillöguna dragi sína tilbaka þegar gagntillöga þingsins er komið fram. Þannig að rauninni hefur þau kannski getað séð í okkar kosningu núna gamlu stjórnarskránna á móti nýju. Já, en ef hún er ekki dregin tilbaka, þá fara báðar, þá eru þrír möguleikar. Það er borgaratillaga, það er málamiðlunartillaga og svo er nei. Og það er hægt að greiða atkvæði með bæði, ef mann vilja segja nei, þá segja þeir nei. En ef þið vilja greiða atkvæði með annarri hvorri eða báðum tillögum hinnum, þá er það bara fyllilega, það getur sett já í báða. Og það er líka eitt í því að við erum alltaf að vesenast með það að ég var að segja já eða nei, þá þýðir það, ef maður segir já í Sviss, þá þýðir það að maður samþykkir tillögur. Tillagan er alltaf orðuð þannig. Þannig að fólk veit alltaf hvað það er að gera með já eða nei. Það er út úr kosningu. Já. Sem er gríðarlega mikilvægt. Þetta er svona skemmri skýrt þetta system. Ef við viljum spyrja eitthvað meira það að ræða betur á þetta, þá getum við gert það. Það er kannski aðal pönsið eftir og ég veit ég er búinn að vera allt of lengi. Það er spurningin, getum við eitthvað lært af þessu? Sem er náttúrulega miklu áhugaverðari heldur en það hvernig systemið er í Sviss. Og sko, beint lýðræði á Íslandi, það er lýðveldisbarn í rauninni. Það voru vissulega þjóðaratkvæðagreiðslur fyrir lýðveldisstofnun, en það er í rauninni, sko, það er að segja menningarlega er það lýðveldisbarn. Ég orða þetta þannig vegna þess að í stjórnarskrá lýðveldisins árið 1944 þá birtist beint lýðræði á Íslandi sem geðþóttaákvörðun forseta. Það gegnir einhvers konar svona varðmennsku hlutverki gagnvart þinginu, svona öryggisventil, og vandinn er að þetta hefur ekkert þroskast síðan. Það var bara til á þingvöllum og í einhverju svona upptrumpuðu svona lýðveldis eitthvað og það hefur ekkert gerst. Það er ekki fyrir 2010 sem að við fáum þjóðaratkvæðagreiðslu á þessum grunni og menn gerðu ekkert með það síðan.
Þú verður að segja það að þetta undir þeirri, sko, í ástandi að Danmark var hernum á þessu tíma. Já, algjörlega. En það sem að í rauninni hefur, sko, beint lýðræði á Íslandi verið fast í einhvern svona tímahylki sem var svo bara opnað 2010. Og það gerðist ekkert frá 1944 til 2010. Og það veldur okkur töluvert miklu vandamálum í dag. Þannig að eitt af því er það að það hefur ekki verið talið tilefni til að setja lög um þjóðaratkvæðagreiðslur. Fyrir en allt í einu bara, þá sátum við uppi með það að það átti að vera þjóðaratkvæðagreiðsla og þá vissi ekki hvernig átti að fara fram. Og hins vegar, sko, vegna þess hversu ungt lýðveldið okkar að þá erum við ennþá, sko, við umgangust lýðræðið ennþá af einhverju svona óttablandinni virðingu. Og sko, við eigum ennþá foreldra og afa og ömmur á lífi sem að muna eftir þessum degi og og það var ekki sjálfsagt að menn fengi að kjósa eigin örlög einu sinni og þetta fólk ennþá á lífi. Og það ennþá svona þessi stemming sem ég finnst þetta alltaf mjög skemmtileg. Þegar við fara að kjörsta þá jafnvel svona klæða með sig upp og fá kunningjafólkið í kaffi og svo hittast á kaffihús og eftir fá sér köku og draga fánað hún og þetta er virðulegur dagur, kjördagur, af því að við erum að gera eitthvað merkilegt. Og það þetta sem hefur verið ástæða þessi hugmynd Íslendinga þetta sé eitthvað sérstakt, eitthvað mikilvægt, þessi kosningaréttur sem að hefur gert það að verkum að við erum með svona mikla kosningaþátttöku ennþá í almennu kosningum, miklu meiri hér heldur en í flestum öðrum ríkjum í heiminum. Og þetta er alltaf bara mjög gott, en þetta veldur okkur ákveðnum vandræðum þegar kemur að beinalýðræðinu, þessi hugsunarháttur. Vegna þess að sko, ef jólin væri á hverjum degi, þá væri ekkert spesviðu lengur. Og það alveg eins með þjóðaratkvæðagreiðsluna. Það svona svolítið situr í höfðinu á okkur, sko, ef við erum að kjósa á hverjum degi, þá ekki lengur neitt sérstakt við það, sko. Þú veist, þá hættum við að mæta og ef það ekki nema 30% sem að mæta á kjörsta, þá ekkert virði, ekkert gildi í þessu lengur, sko. Það verða að vera, þú veist, allavega 70% sem mæta til þess að skipta einhverju máli. Og þessi svona undirliggjandi hugsun hjá okkur veldur okkur smá vandræðum þegar við erum að tala beint lýðræði og hvernig við erum að auka það, viljum við auka það og þetta er svona gjarnan það sem kemur upp í umræðinni. Nú, eins og sko þessi heilagleiki sem verður til 1944, hann myndi einhvers veginn svona, þú veist, minnka í þvotti, sko, ef við förum að þó peysun alltaf oft. Ef við skoðum Sviss á hinn bóginn, þá verður Sviss til, eins og ég sagði, þessum ríki með friðsælu byltingu 1948 þegar það skrifað 1848, þegar það skrifað undir, þegar hún samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu þessi stjórnarskrá. Og í stjórnarskránni eru strax 1848 byggt á þessum gömlu samskiptum kantónanna eru ákvæði beint lýðræði. Þannig að þeir eru búin að hafa beint lýðræði síðan 1848 og praktísera það á nánast hverju ári síðan. Og bara búin að auka. Þannig að þar hefur beint lýðræði fengið að þróast í 160 ár. Og það er náttúrulega munurinn á Ísland og Sviss. Það er 160 ára reynsla af þessu kerfi. Og við verðum að taka það inn í dæmið þegar við erum að tala það hvort að við getum lært eitthvað af Sviss varðandi beint lýðræði. Ég heyri oft, og það er eina ástæðan fyrir að ég hef áhugað að tala þetta mál, er það að ég heyri svo oft þegar við erum að ræða þetta hér og þar á kaffihúsum og svona, menn eru mikið að tala þetta. En Sviss getur þetta. Að þá hljótum við að geta það líka. En málið er bara ekki svona einfalt. Og þetta 160 ára reynsla og þróun er gríðarlega mikilvægt atriði. Og þetta þýðir það að þjóðaratkvæðagreiðslur eru miklu hversdagslegri hlutur í svissnesku þjóðaratkvæðasálinni. Svo getum við rifist það hvort það er gott eða slæmt, skiljið. Það er algjörlega up for debate, eins og maður segir. En það er bara staðreynd. Og það hefur stór aukist í rauninni upp á síðkastið. Það sem við viljum gera er náttúrulega að reyna að komast á sama stað, ekki satt. Við viljum, allavega það hefur verið svona í umræðinu eftir hrun, að við viljum auka veg beins lýðræðis og þetta hefur kannski verið svona það sem að menn hafa verið að tala svona á þessari rauðu ör framfarana, þá viljum við reyna að komast á sama stað á Sviss. Það hins vegar kannski er ekkert endilega svo auðvelt. Þar liggur ákveðin menningarmunur, en eftir hrunið, þá
þá hefur þessi krafa verið mjög hávær. Vegna þess, ekki síst, að á Íslandi það ekki bara efnahagskreppa. Það lýðræðiskreppa og stjórnmála- og stjórnarfarskreppa. Og það birtist í því að sú stofnun samfélagsins sem hefur minnst traust, að það stofnunin sem á að sjá til þess að samfélagið fúnkeri almennilega. Og það þingið. Og það segir okkur bara einfaldlega það að fólki, það að leita einhverju öðru. Það vill sjá einhverja breytingar. Það þýðir, segir okkur, það í rauninni stjórnarfarskreppa á landinu. Og þetta stórt vandamál. Persónukjör, beint lýðræði, aukið lýðræði, aukin þáttaka í stjórnvaldsákvörðunum, þetta allt hefur verið þessi krafa sem mjög eðlilega á svona tímum. Þá þurfum við líka að tala þetta efnislega. Eitt af því sem við hefur verið að tala er það, ef að Sviss getur þetta, þá getum við það líka. Þetta það sem ég heyri gríðarlega mikið. Og þess vegna finnst mér mjög mikilvægt að, og ég hef sjálfur sagt þetta ítrekað, en ég finnst mjög mikilvægt hins vegar að þegar við segjum þetta, þá skoðum við þetta mjög ofan í kjölinn. Og þetta virðist nefnilega vera mjög, á yfirborðinu mjög einföld spurning. Við bara breytum stjórnarskránni, setjum einhver ákvæði beint lýðræði og svo bara bing, bara búm, við erum komið með nýtt stjórnarfar. Þetta bara virkar ekki þannig. Það ekki hægt að gera þetta svoleiðis. Málið það að ef við förum á hratt, þá eigum við hægt að búa til bara eitthvað vandamál. Ef við ætlum að taka allt skrefið í einu, eins og Íslendingar vilja gjarnan gera, þá erum við að setja okkur upp fyrir bara ný vandamál, í staðinn fyrir þau gömlu. Ef við förum á hægt hins vegar, þá getur verið að einhverju finnist það ekki ganga nú hratt og þá búum við líka til ný vandamál. Þannig að við þurfum að finna svona þetta gullbrár-syndrómið, við þurfum að finna hinn gullna meðalveg. Við þurfum að finna einhvers konar skref þannig að við komumst áleiðis. Það í rauninni skilaboðin sem ég vil gefa. Við þurfum að finna skref þannig að við komumst áleiðis. En þau þurfa að taka mið og mark á menningarmuninum sem á Íslandi og Sviss. Það grundvallaratriði. Og allir sem hafa einhverja grunnþekkingu á breytingastjórnun innan fyrirtækja eða einhver slíkt, þeir vita það að það alls ekki sama hvernig breytingar eru gerðar. Þetta getur frábærar breytingar. En ef við förum alltof hratt, þá eigum við á hættu að fólki fylgi ekki með og það verður ennþá erfiðara að ná markmiðinu. Ef við förum á hægt, þá missir fólk trúna á þegar markmiðið náist í raun og veru. Og þetta fyrst og fremst stjórnarfarsbreyting, en þetta líka menningarbreyting. Því má ekki gleyma. Og við erum að skoða í lokin 3 hluti. Það í fyrsta lagi tími. Á hvaða tíma eigum við að gera þetta? Eigum við að gera þetta á morgun? Eða eins og á að gera með stjórnlagaráðið, bara samþykkja þetta 17. júní og þá erum við komið með nýtt system. Íslendingar eru helteknir af Clarion hugarfarinu. Ég segi þetta mjög oft, þetta þessi mynd, þetta heimilistæki besta lýsingin á því hvernig Íslendingar hugsa. Við viljum fá allt sem nýtt og við viljum það strax. Og við þurfum öll að eiga það. Og það var að tímabili örugglega 90% íslenskra heimila sem áttu þetta inn í geymslu einhvers staðar. Og eitthvað að því eða hvað? Það þarf ekki að vera eitthvað að því. Ég bara að segja, þetta gildir allt. Þetta gildir farsímana, þetta gildir tölvurnar, þetta gildir internetið, þetta gildir allt. Og það alveg sama hvað þetta og þetta gildir alveg eins og beint lýðræði núna. Við viljum fá það og við viljum fá það strax. Og Það er ekkert nota sjálf. Já, það bara vandamál, svo þetta ekkert nota. Þetta segir okkur, okkur stundum mikilvægara að hlutinni gerist hratt heldur en þeir gerist vel. Eða sé vandað til þeim. Það vandi og sem dæmi þá má nefna þetta. Í Sviss þá virkar þetta svona. Þjóðaratkvæði borgarastillögu 57 mánuðir. Það eru næstum því 5 ár. Þjóðaratkvæði lög 12 mánuðir. Það að segja, það eru 100 dagar til að safna undirskriftum en þjóðaratkvæðagreiðslan þarf ekki að vera farin fram fyrir 12 mánuðum síðar. Þannig tekinn tími í umræðuna. Hjá okkur þetta svona.
Hérna erum við með þjóðaratkvæða þingsályktunartillögu sem til dæmis það sem að stjórnlagaráðskosning eða stjórnlagatillagnarkosningi núna fór fram. Það eru 12 mánuðir. Lög sem samþykkt á þinginu, það er að segja ef að forsetinn hafnar, þá eru það 2 mánuðir. Hvar á umræðan að fara fram? Þetta er skerandi dæmi það að við viljum frekar að hlutinni gerist hratt, þetta er að það gerist vel. Svona í samhengi við þetta að minnstakosti. Svo er náttúrulega allir svona frestir eru eitthvað sem við getum deilt fram og tilbaka, en bara svona í samanburði við svissneska systemið, þá er þetta svolítið sláandi. Þetta er bara okkur í hag. Hugsanlega, ég meina það má alveg færa rök fyrir því að þetta sé allt og langt í Sviss. En þetta er bara svona dæmi menningarmun. Það sem við kaupum á þessu er hins vegar umræðan umfjöllun. Hún verður hröð, hún nær ekki tíma til þess að fá að blómstra eða fara eitthvað djúpt í hlutina. Og ég vil meina að umræða og umfjöllun sé skynnsöm en ekki óþarfa töf, eins og við stundum litið á hana hér. Og skilaboðin hafa stundum verið þannig. Svona héðan þaðan. Það sem skiptir gríðarlega miklu máli varðandi beint lýðræði, nefnilega ekki bara það að fara og kjósa. Það er umræðan, það er upplýsingagjöfin, það er hvernig haga fjölmiðlarnir sér, eru stjórnmálaflokkarnir að taka þátt, hvar mega mér auglýsa yfir höfuð. Allt þetta skiptir gríðarlega miklu máli. Þetta er kannski eitthvað sem er aldrei mikið rætt hér hjá okkur. Það er alltaf svona þessi tæknilegu framkvæmdaratriði sem við ræðum, það er ekki hitt. Eru fjölmiðlarnir okkar til dæmis tilbúnir að takast á við það verkefni að kynna og hleypa öllum sjónarmiðum að? Ég er ekkert viss um það. Svissneski fjölmiðlar eru gríðarlega sterkir, þeir þykja mjög sterkir og vandaðir miðað við fjölmiðla til dæmis í Bandaríkjunum. Það er bannað að auglýsa í kosningabaráttu í Sviss, í sjónvarpi. Það bara má ekki. Einfaldlega til þess að reyna að stöðva fjárhagstur og líka til þess að ekki verið að hafa einhverju svona setja fram einföld skilaboð sem ekki hefur rök að styðjast. Þannig að þar fyrir umræðan að stóru hluta fram á einhverjum pappír, greinum, einhverju slíku símtölum og það hvetur kannski til meiri umræðu. En svo er náttúrulega má deila það hvort það umræða textverð, en í þessu vil ég meina að það þurfi ákveðna menningarbreytingu hjá okkur. Númer 2 þá var það ábyrgð. Þetta sló mig svakalega þegar ég kom þarna út í Sviss vegna þess að Hæstiréttur var tiltölulega nýbúinn að ógilda stjórnlagaráðskosninguna á svona flimsy tækniatriðum, það er að segja, þú veist að menn orða þetta svona, einhver hefði kannski mögulega getað séð yfir öxlina einhverjum öðrum og ég ætla ekki að leggja mat á það, ég er ekki lögfræðingur, en Hæstiréttur komst að þessari niðurstöðu. Það segir mér að hér á Íslandi er lögð gríðarleg áhersla á það kosningar séu leynilegar og það er svo sem vitum við all. Ég meina það eru lögregluþjónar sem standa vörð og þeir taka innsiglaðan kjörkassan og fara með hann og passa að þeir eru viðstaddir þegar hann er opnar og passa að kjörgögnin eru pössuð svakalega vel. Eftir á verður þau alveg bara að haldi mjög vel utan um þetta. Það skiptir öllu máli hjá okkur. Með lokaða kjörklefa og allt slíkt. Í Sviss var þetta bara alls ekki svona. Og þetta er það sem að ég stundum sagt að lýðveldisbarnið í beina lýðræðið okkar lýðræðið, það er svona launbarn, það er allt svona í leyni. Leynilega kosningar er ekki slæm hlutur, ekki skilja mig þannig. En við leggjum allt upp úr því að kosningar sé leynilega. Það er höfuðatriðið. Og það þýðir að ríkið ber ábyrgð á því að kosningar fari vel fram, að það séu leynilegar og ríkið ber ábyrgð á atkvæðunum og þau komist til skila. Til samanburðar þá má nefna það að í Sviss, þá get ég sýnt hverjum sem er kjörseðilinn á kjörstaðnum. Ég fór á kjörstaðana, það var maður hérna með okkur sem er búinn að vinna í beinu lýðræði mjög lengi í Sviss. Við fórum á kjörstað, þar voru eitthvað svona 5 manns og 2 svona eldri konur með stimpil og þar lágu bara svona kjörseðlar á borði. Hann tók 5 og svona dreifði hérna, gjörðu þess vel, sjáu þið, þetta eru kjörseðlarnir. Og við stóðum bara mjög á þetta. Og nei, þá var það stimpillinn sem gildir. Þannig að það sem að gerir kosningar á Íslandi gildar, það gerir þær ógildar í Sviss og öfugt. Við megum ekki gleyma þessu. Síðan tók hann kjörseðilinn, mælti við og svo sýndi hann okkur. Sjáu þið, ég setti já við allar spurningarnar. Og við stóðum bara býtu, er ekki lögreglan að koma að andaka þig? Ég hef einu sinni prófað þetta, að reyna að sýna einhverjum á kjörstað hvað ég gera þá eða mér er stungið inn. Þannig að það er menningarmunurinn farin að segja okkur.
kjörklefarnir þar eru bara svona básar eins og voru í stjórnlagaráðskosningunni hjá okkur. Það er gríðarlegur munur á þessu. Og hérna... En þú áttar þig vonandi af því að við erum allavega hérna í hátinu, þá erum við eitt sammála sem þú setja upp þetta. Ég veit það. Ég veit alltaf það. Ég er hins vegar ekki ég er ekki að mæla fyrir því að við þurfum að gera allt eins og Sviss. Ég er bara að benda á munin. Vegna þess að ef við áttum okkur ekki á þessum mun, þá verður umræðan hjá okkur ekki nógu góð. Skilur hvað ég er að fara? Það er þarna ákveðnir hlutir sem að ég vil meina að þurfa að taka tillit til þegar við ræðum það hvort við viljum nýta eitthvað úr þessu svissneska systemi eða ekki. Eins og ég skil er jólið, sko, við erum ekki með jól eins og... En þannig er þetta þessi grundvallar munur á hugsunarganginum hjá okkur og hjá Svisslendingum. Hjá okkur þá ber ríkið ábyrgð á lýðræðinu. Í Sviss þá færðu bara póstinn sendar heim til þín, þú sest við eldhúsborðið og ef þið langar til þá fyllir út seðilinn þar eða þú leyfir bara börnunum að fylla út eða eitthvað og svo setur hann í póstinn og þú veist, þú berð ábyrgð, kjósandinn ber ábyrgð, ekki ríkið. Ef þú vilt klúðra kjörseðluninu þá er það bara þitt mál. Og hérna, þetta er svona grundvallar munur á þessari lýðræðis hugsun og þáttakan er það sem við ræddum á, en ég ætla ekki að fara meira út í það og ánægjan segir bara að menn eru mjög ánægðir með þetta system í Sviss og þá spyr maður sig, erum menn ánægðir með lýðræðið á Íslandi? Ekki hefur manni heyrt það undanfarin ára allavega. Þannig að spurningin ég meina, og sem við erum kannski að leggja fram hérna og ég er ekki spurningi sem ég er að pæla í, ég meina, eigum við að reyna að bæta okkar lýðræði, gera fólk ánægðara með því að nýta eitthvað á svissneska systeminu? Það er svolítið samt paradoxvísu ef við erum ekki ánægðir með lýðræðið hérna á Íslandi, samt mætu 85% kjörstað. Já, þetta er nefnilega mjög þessu. Það er það. Þetta er samt mikið betra að þróa Að vissu leyti, sko. Við getum nýtt smæðina og hugarfarið á okkar hátt líka. Það er að segja að þessi mikla þáttaka er gríðarlega gott og sterkt atriði fyrir okkur og mjög mikilvægt. Mér finnst gríðarlega mikilvægt að það mæti sem flestir á kjörstað. Og ég er þeirra skoðunar að það er bara að vera skylda, sko, með eigi. Þetta er bara lýðræðisleg skylda að fara og kjósa, alveg saman hvað að vera kjósa. Það er bara ég. En ég er hins vegar algjörlega sannfærður með það að sko, við getum ekki tekið svissneska kerfið og tróðið í honum á Íslandi. Það bara passar ekki. Ég er algjörlega sannfærður með það. Svissneska kerfið, það er að mörgu leyti gott, en það passar ekki að öllu leyti hjá okkur. Það er líka náttúrulega bara eins og óbúrslega munur á löndum og fjölda fólk sem er í löndunum, 8 milljónir versus 300.000, gríðarlega munur, en það er þessi menningarmunur, þessi munur á hugsunarhættunum. Við þurfum að fá tíma til þess að þróast. Við getum lært gríðarlega margt af þessu kerfi og hvernig það er framkvæmt, tekið þaðan hugmyndir, tekið fyrstu skrefin, til dæmis eins og Ögmundur Jónasson lagði til hérna varðandi sveitarstjórnirnar, að ákveðið margir geti lagt fram tillögu eða á sveitarstjórnarstiginu, kannski eigum við að byrja þar. Ég meina, tillögurnar beint lýðræði í tillögum stjórnmálaráðs eru að mörgu leyti ágætar. Ég reyndar þeirra skoðun að það séu allt of lág, ekki allt of þessi of lág stuðul, þar að sé undirstýrstarstöðum, til dæmis, og ekki nógu vel útfærðar. En þar er svona tilraun til þess að byrja á einhverju. Spurningin er, eigum við að setja þetta strax inn í stjórnarskrá, ég veit það ekki. En við getum tekið stutt skref og lært af þessu systemi. Við getum klárlega lært af systeminu, en við getum ekki tekið allt systemið og byrjað að nota það á. Það er kannski mín skilaboð. Og nú megið þið, því ég veit að ég er búinn að segja fullt af hlutum sem að nánast, já, sennilega flestir eru mjög ósammála, sem er alltaf tilgangur með þessu erindi til að búa til umræður. Þá bara þakka ég kærlega fyrir mig og